Komið það. Komið sæl og velkomin á þessa fjárfestakynningu þar sem við ætlum að fara í fjórða ársfjórðung 2021. Og ég mun fara yfir rekstur fjórða ársfjórðungs og síðan 12 mánaða uppgjör. Og ef það einhverjar spurningar þá getið þið sent á fjárfestir@svfm.is. Og ef við byrjum á því að fara yfir svona það helsta úr starfseminni á tímabilinu, að veiðar og vinnsla gengur vel á árinu, bæði í bolfiski og uppsjávarfiski. Það var aukning í kvótum í íslenskri síld sem var ánægjulegt. Að það unnum við meira magn til manneldis en áður, sjáum minna sýkingu í henni. Kolmunnaveiðin í íslensku lögsögunni hefur gengið vel. Við veitum meira kolmunna í íslensku lögsögunni á fjórðungnum en áður. Nú þá var nýmæli að loðnuveiði hófst í desember, fengum haustveiði á loðnu og veidum einhvern 20.000 tonn fyrir áramót. Við lentum smá óhoppi bara í Vestmannaey á fjórða ársfjórðungi að þar kom upp eldur og skipið var frá megnið af fjórða ársfjórðungi frá veiðum. En giftu sannlega þá eru engin slys á fólki sem eru auðvitað nummer 1, 2 og 3 og skipið er komið í gang núna og að landa 2 túrum. En þá er töluvert tjón á skipinu. Nú, síðast ára var viðburðaríkt í okkar rekstri. Það byrjaði með ákvörðun að skrá félagið í kauphöllina og fór mikil vinna á vormánuðum í kringum það. Nú, við kaup á bergi á Vestmannaeyjum gengu í gegn fyrir hluta árs. Við eignuðumst Runólf Hallfreðsson að fullu og sameining gekk í gegn við það félag. Nú, nýr börkur kom í rekstur hjá okkur eftir fyrstu 6 mánuði í júní. Landtenging var tekin í notkun í Neskaupstað sem var virkilega ánægjulegt skref að landtengja nú uppsjávarskipin þegar þau liggja við bryggju og landa til manneldis og þetta er ein stærsta landtenging sem vitað er fyrir fiskiskip. Nú, SVFN Eignarfélag var afhent hluthöfum, framkvæmdir fiskimjölsverksmiðju, miklar framkvæmdir hófust á árinu og síðan auðvitað kom þessi svokallaða loðnusprengja á haustmánuðum þegar Ráðgjöf Hafró leit dagsins ljós upp á yfir 900.000 tonn sem eru auðvitað gríðarlegt magn og var mikið verkefni að takast á við og menn þurftu strax að taka mikið af stórum ákvörðunum. Nú, ég ætla bara að henda mér í lykiltölur fyrir fjórða ársfjórðung. Nú, rekstrartekjur námu 66,2 milljónum dollara. Á sama tímabili í fyrra voru þetta 46,3. EBITDA tímabilsins 24,9 og 14,1 á sama tímabili í fyrra. Hagnaður tímabilsins nam 17,4 milljónum dollara en var 13,8 á sama tímabili fyrir árið síðan. Nú, við veiddum einhver 57.000 tonn sem rúmlega 20.000 tonna aukning á milli tímabila, samanborið sama tímabil fyrir árið síðan. Við framleiddum einhver tæp 32.000 tonna afurðum. Nú, ef við skoðum 12 mánuðina þá voru rekstrartekjur samstæðan 237,2 milljónum dollara. EBITDA nam 84,6 milljónum dollara, samanborið 59,1 árið áður. Nú, hagnaður tímabilsins nam 87,4 milljónum dollara. Meðalgengi ársins var 127,05. Við veiddum einhverjum 166.000 tonn og framleiddum 101.000 tonn af afurðum. Heildareignir samstæðunnar nema 634,2 milljónum dollara og hafa aukist úr 570 milljónum dollara. Eiginfjárhlut félagsins sterkt, tæplega 67%. Handbært fé frá rekstri nam 79,9 milljónum dollara. Nú, veltumfé frá rekstri er 78,4 milljónum dollara, samanborið 49,3 árið áður. Og nettó vaxtaberandi skuldir með EBITDA er 0,51 í staðinn fyrir 0,44 árið áður. Nú, á fjórðungnum veiddum við bolfiskskipin okkar 3.800 tonn í staðinn fyrir 3.300 tonn á sama tímabili fyrra. Og munar þar auðvitað samdrátt þegar Vestmannaey datt úr veiði vegna brunans, svo áður kom inn á. Eins er aðeins samdráttur í þorskveiði á milli tímabila. Nú, ef við skoðum stöðu aflaheimilda áramót í bolfiski, þá eigum við eftir að veiða á árinu 4.700 tonn tæp og 2.000 tonn á ýsu og 5.000 tonn á ufsa, þannig að það eru næg verkefni framundan og kvótastaðan þokkaleg. Nú, á 12 mánuðum veiddu bolfiskskipið hjá okkur 21.600 tonn í staðinn fyrir tæplega 21.000 tonn árið áður. Það er samdráttur í þorski
En það kannski líka vert að geta þess að inn í þessa veiði þá komin veiðin á þeim aflaheimildum sem við fengum inn í samstæðuna þegar við keyptum berg í Vestmannaeyjum, einhverjum 1500 tonn. Nú, þið getið síðan skoðað þessar myndir á netinu hjá okkur, kynningi verður þar aðgengileg, þannig ég ætla nú ekki að fara í smáatriði með allar tölur. Uppsjávarskipin okkar veiddu á fjórðungnum 53.000 tonn, sem 20.000 tonn aukningur á milli tímabila. En þar munar kannski auðvitað mestu loðnuveiði sem var einhver 19.000 tonn eða tæp 20.000 tonn. En á sama tíma var samdráttur í kolmunna, en síðan líka skemmtileg aukning í íslensku síldinni, tæplega 5.000 tonn. Norsk-íslenska síldin svipað á milli tímabila, þannig að staða aflaheimilda í uppsjávarfiski áramót áttum við gríðarlega mikið eftir af loðnu óveiddri sem við erum að vinna í á þessari vertíð og ég kem betur inn á síðar. Nú, það ekki búið að úthluta makríl, kolmunna og norsk-íslensku síld, en við erum að miða við að við verðum með svipaða hlutdeild úr þeim stofnum á síðasta ári, fylgjum ráðgjöfinni og það lítilsháttar samdráttur í makríl og kolmunna og norsk-íslensku síldinni, en við vegum það uppi með geymslum líka á milli ára, þannig að það hittir okkur ekki eins illa. Nú, við veiddum einhvern 145.000 tonn tæp á síðasta ári, í staðinn fyrir 124.000 tonn og þar eins og áður hefur komið fram, þá vegur auðvitað loðnan langmest í þessari aukningu eða 35.000 tonn. Bæði var loðnuvertíð í fyrsta skipti í nokkur ár auk þess sem við vorum að veiða á haustmánuðum. Nú, landvinnslan hjá okkur á fjórðungnum síðasta, þá tóku fiskimjölsverksmiðjurnar á móti tæplega 54.000 tonnum í staðinn fyrir 26.000 tonn á sama tímabili ári áður, sem umtalsverð aukning vegna loðnunar. Uppsjávarfrystingi var með 22.000 tonn í staðinn fyrir 12.000 tonn, það mikil aukning. Nú, móttaka bolfisks hjá okkur í frystihúsinu á Seyðisfirði voru einhver 770 tonn og framleiðsla afurða jókst töluvert mikið á milli tímabila eins og sést og fyrir 8.900 í 32.000 tonn tæp. Ef við skoðum síðasta ár, þá voru fiskimjölsverksmiðjurnar með 141.000 tonn í staðinn fyrir 123.000 tonn ári áður. Við settum nýtt met í uppsjávarfrystingunni, tókum yfir 70.000 tonn á móti yfir 70.000 tonnu þar í staðinn fyrir 47.000 tonn ári áður. Móttaka bolfisks líka niður úr 4.000 tonnum í 2.500, en það helgast nú fyrst og fremst að því að það var loðna á síðasta ári, þannig að við vorum ekki að taka neitt bolfisk inn í frystihúsið í Neskaupstað eins og árin áður. Og við framleiddum eitthvað 101.000 tonna afurðum í staðinn fyrir 79.000 tonna ári áður. Nú, ef við rúllum yfir reksturinn, þá sjáum við hér að rekstrartekjur á fjórðungnum voru 65,7 milljónir dollara, rekstrargjöld 40,8 og þannig var EBITDA tímabilsins 24,9 og rekstrarhagnaður 21,9. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld voru 1,3 milljónir dollara og hagnaður fyrir skatta 23,2. Reiknaður tekjuskattur 5,9 milljónir dollara og þannig hagnaður tímabilsins 17,4 milljónir dollara. Nú, rekstrartekjur á 12 mánuðunum voru 237,1 milljón og rekstrargjöld námu 87,7 milljónir dollara. Nei, fyrirgefið, rekstrargjöld námu 152,5 milljónir dollara og EBITDA var 84,6 milljónir. Veitu hvað, fyrirgefið aðeins, hvað í gangi? Skipta snúra. Af hverju? Fyrirgefið þetta. Hvað það að gera? Fyrirgefið þetta, ég ætla að fara aftur í rekstur 12 mánaðanna. Er þetta ekki í lagi núna með útsendinguna eða? Við erum ekki mynd. Ha? Við erum ekki myndina af klærni. Eitthvað.
Nú ég verð bara að biðja ykkur að fyrirgefa þetta. Það einhver tæknilega vandamál hérna búin að vera í útsendingunni hjá okkur. Vona að það fyrirgefist en rekstur, ég ætla að byrja aftur að fara í bara rekstur 12 mánaðana. Rekstrartekjur námu $237,1 milljón og rekstrargjöld 152,5 milljónir, þannig var EBITDA tíma ársins 84,6 milljónir. Nú afskriftir fastafjármuna voru tæpar $11 milljón og rekstrarhagnaður $73,6 milljónir. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld voru jákvæð 2,7 milljónir sem töluverð umbylting á milli ára. Áhrif á rekstri hlutdeildarfélaga voru $3,6 milljónir og hagnaður á afhendingu dótturfélags $23,6 milljónir en þetta hagnaður eins og ég hef áður sagt vegna afhendingu SVFN dótturfélags til hluthafa og lítum á sem einskiptis hagnaði inn í félaginu. Þannig var hagnaður fyrir skatta $103,6 milljónir og reiknaður tekjuskattur 16,3 og hagnaður tímabilsins þannig $87,3 milljónir. Nú ef við förum aðeins í gegnum hagnaðarbrúna og skoðum hana, þá var hagnaður fyrir fjórðunginn, þá var hagnaður ársfjórðungs 2020 $13,8 milljónir og EBITDA breyting í EBITDA $10,8 milljónir, afskriftir hækka $245,000, fjármálatekjur og fjármagnsgjöld breytast $589,000, áhrif hlutdeildarfélaga lækka $3,7 milljónir og reiknaður tekjuskattur hækkar $2,6 milljónir, þannig að hagnaður tímabilsins $17,4 milljónir. Ef við lítum á hagnaðarbrú 12 mánaðana, þá var hagnaður 12 mánaða 2020 $39,2 milljónir, EBITDA nam $25,5 milljónir og afskriftir aukast $925,000 og fjármálatekjur og fjármagnsgjöld breytast $1,4 milljónir og gengismunur $4 milljónir í plús, verðbréf og hlutdeildarfélög verðbréf $8,2 milljónir, hlutdeildarfélög koma þeirra lækkar $3,4 milljónir, afhending dótturfélags til hluthafa $23,6 milljónir, aukning og síðan reiknaður tekjuskattur hækkar $7,5 milljónir, þannig hagnaður tímabilsins $87,3 milljónir. Nú ef við rennum í gegnum starfsþátta yfirlitið, þá var útgerðin hjá okkur með $112,3 milljónir og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir upp á 36,5, landvinnslan var með tekjur upp á $169,3 milljónir og rekstrarhagnaður fyrir afskriftir upp á $52,6 milljónir. Annað sem fiskeldis, fóðurverksmiðjan laxa og skrifstofu og stjórnunarkostnaður var með tekjur upp á $21,1 milljónir og rekstrarhagnaður neikvæðan upp á $4,5 milljónir. En þarna inni umfangsmikil einskiptiskostnaður vegna skráningar félagsins á markað. Þannig að samtals rekstrarhagnaður fyrir afskriftir nam $84,6 milljónir. Nú afskriftir útgerðarmegin 7,1 milljón á móti 3,7 milljónum landvinnslumegin. Þannig heildarafskriftir 10,9 milljónir og reiknaður tekjuskattur 16,3, þannig hagnaður tímabilsins $87,3 milljónir. Nú ef við skoðum EBITDA, breyting á EBITDA á milli tímabila, milli áranna, þá var EBITDA $59,1 milljónir árið 2020, útgerðin bætti sig $9,7 milljónir, landvinnslan bætti sig 17,8, annað minnkar $2 milljónir, þannig EBITDA $84,6 milljónir. Við regnum aðeins í gegnum helstu tölur í efnahag, þá óvinnsæðar eignir, einhverjar fiskveiðiheimildir $271,3 milljónir, rekstrarfjármunir $183 milljónir, en þarna sjáum við lið sem heitir fastafjármunir í smíðum $19 milljónir. Þessi varanlegi rekstrarfjármunir hækkar töluvert á milli ára og það náttúrulega fyrst og fremst vegna tilkomu barkar nýs skips sem kom inn í reikningana mitt ár að fullu og síðan fastafjármunir í smíðum fjárfesting í fiskimjölsverksmiðjunni í Neskaupstað. Þannig að við erum með rekstrarfjármunir upp á $183 milljónir, fjáreignir upp á
$7 milljónir, þar töluverð minnkun úr $40,3 milljónir árið 2020 og það helgast fyrst og fremst afhendingu SVF eignafélags yfir til hluthafa sem innihélt hlutafjáreign félagsins í Sjóvá. Þannig að fastafjármunir samtals nema $472,4 milljónir. Nú eignir samstæðanar, eða veltufjármunir eru $160,1 milljón. Fastafjármunir sem haldið til sölu eru eignir í Helguvík sem hefur ekki náðst að afhenda vegna COVID. Veltufjármunir nema þannig samtals $161,7 milljónir og eignir samtals $634,1 milljón. Eigið fé samstæðunar er $422,5 milljónir, langtímaskuldir 166,9, skammtímaskuldir 44,7, þannig að samtals skuldir nema $211,6 milljónum og eigið fé skuldir samtals $634 milljónir og eigið fé hlutfall tæplega 67%. Nú sjóðstreymi, handbært fé í upphafi árs var $90 milljónir. Veltufé þá rekstri nemur $78,4 milljónir. Rekstratengdir eignir og skuldir taka til sig $15,9 milljónir. Varanlegir rekstrafjármunir komi $714,000 inn í þetta. Fastafjármunir í smíðum eru $43,2 milljónir. Fjárfest í félögum $42,4 milljónir og handbært fé selst dótturfélags $7 milljónir. Arður frá hlutdeildarfélögum hækkar síðan $3 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar jákvæðar $16,1 milljónir. Þannig er handbært fé í lok árs $79,8 milljónir. Aðeins yfir stöðu og horfur í rekstrinum og aðeins yfir Úkraínumálið og loðnuvertíðina. Það er fyrst að geta, við erum með sunduliða á sölur afurða eftir markaðssvæðum sem auðvitað skiptir dálítið miklu máli núna í þessu ólgu ástandi í heiminum að horfa á. En eins og við sjáum á myndinni þá er Vestur-Evrópa sem er auðvitað öll mjöl og lýsisalan, stór hluti af bolfiski og líka hluti af uppsjávarfiski sem fyrir inn á það markað með 61% á síðasta ári, 71 ári áður en þá var engin loðna. Nú Austur-Evrópa er með 23% í kökunni hjá okkur og það er náttúrulega mikið ólgu ástand núna. Ameríka 3 og Asía 13. Þið sjáum við Asía eykst 10% á milli ára sem helgast auðvitað bara því að við vorum að frysta loðnu og hrogn inn á Asíumarkað á síðasta ári. Nú Úkraína er með 10-12% af veltu síldarvinnslunar, eða 10-12% af veltu síldarvinnslunnar er vegna sölu afurða í Úkraínu. Úkraína er mikilvægur markaður fyrir íslenskan uppsjávarfisk eins og komið hefur fram að undanfarinu. Það er ljóst að þessi markaður óx mjög eftir að lokun Rússlandsmarkaðar var að veruleika. Verðmætustu tegundir inn á Úkraínu eru makríll, síld og loðna. Það er mikil hefð fyrir neyslu á uppsjávartegundum í Austur-Evrópu. Auðvitað trúum við því ekki að þessi markaður sé að hverfa alveg og þeir svona til lengri tíma litið. Þó allir skamstíma litið séu þetta ákveðin óvissa og á þessum mörkuðum. Við höfum áður sent út fréttatilkynningu þar sem við höfum gert markaðnum öllum grein fyrir því að við eigum útistandandi viðskiptakröfu í Úkraínu upp á $8,9 milljónir. Inn í þessu reikningu sem við erum að leggja hérna fram er búið að taka þessa kröfu með varúðarniðurfærslu niður $2,5 milljónir tæplega. Þannig það er komið inn í reikningana og það auðvitað ríkir bara ákveðin óvissa stöðu mála þarna eins og við vitum og auðvitað óskum við þess að þessum hörmungum fara að linna og fordæmum það illvirki sem er verið að vinna úkraínsku þjóðinni þessa dagana. Nú ef við skoðum aðeins betur sölur til Úkraínu eftir verðmætum að þá er makríllinn af okkar verðmætum þarna einhver 57%. Makríll er auðvitað vara sem við getum selt teljum allan heim og sama má segja síldina sem er 21% og er auðvitað stórt item þarna en líka vegur þungt. Þannig að til lengri tíma litið tel ég að þessar, í fyrsta lagi trúi ég því að allur þessu fjöldi sem er í þessum löndum muni halda áfram að borða uppsjávarfisk þegar þessum hörmungum linnir. Þannig að þessi markaður er ekki að hverfa. En við munum finna aðra markaði, sérstaklega fyrir makríl og síld. Það er alveg ljóst að loðna, karlloðna sem við frystum fyrir Austur-Evrópumarkað, það er ekki mikill markaður í heiminum fyrir hana.
en á móti kemur að hún þarna 18% eða 1,8-2% af veltu síldarvinnslunnar í heild sinni og við munum geta framleitt mjöl og lýsi úr þessari loðnu í staðinn eða komið henni aðrar afurðir, þannig að ég ekki að sjá að til lengri tíma ógni þetta neitt stöðugleika í kringu rekstur síldarvinnslunnar. Nú, ef við förum aðeins yfir markaðina, þannig sem hefur komið fram, það óvissa með sölu á loðnu hæng. Það mest á okkar hæng að fara inn á Úkraínu, en hann fór áður inn á Rússland og það mikil hefð fyrir neyslu á hæng í þessum austur-Evrópu löndum og hann líka að fara eitthvað inn á löndin í kring, Moldavík, Georgíu, Kazakstan og fleiri lönd. Þannig að auðvitað höfum við áhyggjur af ástandinu þarna, en á móti kemur að þetta svo vara á loðnin sem kannski að skila okkur 80 lægstu verðum á minnstu framleiðinni, þannig að það mun ekki velta stöðuleika síldarvinnslunnar til framtíðar. Fyrir utan það ég trúi því að þessi markaði komið aftur. Loðna í grunninn ódýrt prótein og því held ég að við getum alveg verið þokkalega bjartsýn með sölur á loðnu inn í þessu lönd til lengri tíma. Það hefð fyrir að neyta hennar. Nú framleiðsla á Asíu, það mikil pressa á verðlækkun núna frá síðasta ári. Síðasta ári var þetta alveg gríðarlega há verð á loðnu afurðum, við höfum aldrei séð annað eins. En það ekkert búið að framleiða svo mikið af til dæmis kvennloðnu fyrir Asíu af því að veður og vertíðin yfir svona veiðar hafa ekki gengið alveg sem skildi. Nú erum við komin inn í hrognatíma og það bara einfaldlega óvíst með framleiðslu á loðnu og hrognum, en það ljóst að markaðir eru mjög sterkir. En við auðvitað vonum það að það eigi eftir að lifa, við eigum eftir að veiða meira af loðnu, en það ekki búið að framleiða mikið af loðnu og hrognum núna og það eru erfiðar veðurspár framundan, þannig að það á eftir að koma í ljós. Nú makríll og síld, ég held að megi segja það bara á síðasta ári gekk vel að selja síld. Sölur voru góðar, við vorum að sjá verð mun sterkari en árið áður, allt upp í 15-20% verðhækkanir. Vissulega þessi óvissa í Austur-Evrópu sem enginn veit hvert endanlega leiðir okkur og eiginlega bara efnahag Evrópu og heimsins. En það strax komin eftirspurn eftir hluta þessum vörum annars staðar frá og eins og var í fréttum að þá snerum við skipi við sem var á leið til inn á Svartahafið með afurðir frá okkur. Og við erum byrjað að selja hluta þeim afurðum inn á aðra markaði, þannig að þetta auðvitað bara verkefni til að vinna sig út úr. En ef við eigum að horfa kannski á stöðuna markaðslega fyrir uppsjávarfisk núna, út af þessari ólgu í Austur-Evrópu, þá væri auðvitað gríðarlega mikilvægt ef við næðum einhvers konar samkomulagi varðandi tollamál og tollaívilnanir inn á Evrópusambandið. Það mikið neysla á makríl og síld á þeim mörkuðum, en við búum við tolla sem kannski skerða okkar samkeppnishæfni þar inn. Þannig ég held að það sé svona verkefni til að horfa aðeins á, til að liðka fyrir. Nú markaði fyrir mjöl og lýsi, ég held að við séum að sjá bara aukna eftirspurn og mikla verðhækkanir þar. Loðnuvertíðin ekki búin, en það ennþá eftir að veiða 200.000 tonn, þannig að það ekki útséð með að við náum að framleiða alltaf magn sem við áætlum. Þegar kemur að bolfiski, þá held ég að megi segja að sala þar gengur á flestum tegundum mjög vel. Við erum að sjá sterka markaði, við erum að sjá verðlens í sjófrystingu í hæstu hæðum og það í raun sama með það sem við erum að gera í landvinnslunni og það góð eftirspurn og almennt bara eru verð að styrkjast. Nú, ég finnst mikilvægt, ég var nú með 2 glæri hérna loðnuvertíðina þegar kvótinn kom út á haustmánuðum, þar sem að þetta var gríðarlega mikið magn og við sáum margan útreikningin á verðmætinu og væntingum til loðnuvertíðarinnar. En þannig að þið getið skoðað það sem ég sagði þá á haustmánuðum loðnuna, en þetta var mikill kvóti, gríðarlega áskorun að ná þessu öllu heim og saman. Það fór mikill undirbúningur af stað, menn fjárfesti í skipum, veiðarfærum. Kvóti Íslendinga endar núna í 685.000 tonnum, en við fengum daginn 50.000 tonn sem norðmenn náðu ekki að veiða sínum kvóta hérna í lögsögunni. Þrátt fyrir það að þeir séu búin að vera hérna með alveg gríðarlegan flota, megnið af janúarmánuði og hálfan febrúarmánuði, þannig að þeir skildu eftir 50.000 tonn. Þannig að það kannski endurspeglar hvernig gangurinn í veiðinni hefur verið, ég menn það búið að vera mjög erfitt tíðarfar. En það búið að veiða eins og ég segi 470.000 tonn, þá eftir að veiða 220.000 tonn. Og ég rauðlitaði það sem ég sagði hérna á haustmánuðum, þegar ég var með mínar spár loðnuvertíðina þar, að verðmætin og loðnukvótanum nást ekki nema veiðar og vinnsla gangi upp. Þar þarf margt að spila saman.
það eru ýmsir og margir óvissu þættir þegar kemur á loðnustofnum eins og bara öllum fiskveiðum og íslenskum sjávarafla. Við búum við sveiflur í náttúrunni, veðri og svo mörkuðum. Það er margt sem að sveiflast í okkar umhverfi. Við erum núna komin inn í verðmætatíman á loðnuvertíðinni í Hrognavinnsluna. Á haustmánuðum spáði ég verðmætum upp á 60 milljarða. Ég held ég geti slegið að það sé komið í land hjá okkur einhverjir 40 milljarðar sem eru auðvitað bara mjög góð vertíð, þannig að við þurfum ekkert að fagna því og þetta er mjög stór vertíð inn í sögulegu samhengi. En auðvitað það eru 200.000 tonn, 220.000 tonn eftir í sjónum sem að við vonumst að ná, en það er auðvitað óvissa framhaldið og þess vegna setti ég nú bara veðurkort sem að gildir fyrir næstu viku og mér finnst þetta vera dálítið einkennandi að það er þessar gríðarlegu sunnan og suðvestanáttir hafa skollið á okkur og sunnanáttir. Hvort að þær að breyta göngumynstrinu, en það er engin launung á því að við höfum meira haft fyrir loðnunni, það hefur gengið verð að veiða hana og skipstjórnarmenn margir hverjir telja einfaldlega að það sé ekki mikið að loðna á miðunum. En það er alveg marsmánuður eftir, þannig að loðnan getur komið okkur óvart hér eftir sem hingað til. En veður og göngumynstri á henni hefur verið mjög sérstakt á þessari vertíð. Svo ekki sem meira sagt. Nú staðan, við skoðum aðeins stöðu félagsins af því að það eru auðvitað ýmsar vangaveltur, það er margt að gerast í kringum okkur í heiminum og ýmis ólgan. En ef við horfum á Síldarvinnsluna þá er kvótastaða félagsins sterk. Við erum í sjávarútvegi, markaðir fyrir íslenskan fisk eru sterkir þessar mundir. Verðarhávorum í heiminum hefur hækkað. Það er líka, við erum að verða fyrir mjög neikvæðum áhrifum af hækkun vegna olíuhækkana og það er engin launung á því að 10 krónu breyting á olíulítranum hjá okkur þýðir einhverjar 180 til 200 milljónir í aukinn kostnað. Þannig að þetta auðvitað hittir okkur illa þessar hækkanir á olíu. Það er engin launung á því. Annað sem er auðvitað mjög þungt og erfitt biti að kyngja, það er þessi raforkuskerðing sem við fengum á okkur á vertíðinni. Það er að segja að við getum ekki keypt fiskimjölsverksmiðjurnar á raforku. En fiskimjölsverksmiðjurnar er náttúrulega bara sú grein á Íslandi sem hefur farið í langstærstu fjárfestingarnar og náð stærstu skrefin í orkuskiptum. Og fiskimjölsverksmiðjurnar íslenski er auðvitað orkufrekasti iðnaðurinn á landinu fyrir utan stóriðjuna. Þetta er gríðarlega orkufrekur iðnaður sem við erum í. Þannig að það er mjög blóðugt að þurfa að vera að brenna olíu núna og búin að vera að ná þessum árangri í að minnka kolefnissporastarfsemi í íslenskum sjávarútvegi undanfarin ár. Það lenda svo í því núna að vera að brenna olíu. Og það er auðvitað eitthvað sem að við sem þjóð hljótum að þurfa að sitjast yfir og skoða með hvaða hætti við ætlum að koma í veg fyrir slíkt. Auðvitað er þetta Úkraínumál og mikil óvissa bara í heimshagkerfinu út á hörmungunum í Úkraínu sem við sjálfur sér vitum ekki alveg hvert mun leið okkur, en við trúum því að niðurstaðan verði ekki sú inn í framtíðina að það loki til dæmis fyrir viðskipti innan þessa markað eða þessa markaði sem þarna eru. Þetta eru gríðarlega miklir markaði fyrir uppsjávarfisk, manneldisfisk uppsjávarfisk sem er framleidd til manneldis. Það er mikil hefð fyrir neyslu á þeim fiski. Þetta er ódýrt prótein. Þannig ég hef fulla trú á því að þegar þetta gengur yfir, og þetta mun þetta ekkert ganga yfir, þetta mun skilja eftir djúp sár hjá öllum í mjög langan tíma, en við trúum því að viðskipti muni halda áfram og við getum selt þessu fólki matvæli. Ég held að það sé mikilvægt. En við fordæmum þetta núna og vonum bara að þessu hörmungum fara að ljúka. Nú, það eru góðar unglónumælingar í farteskinu frá síðasta hausti sem gefur okkur einfaldlega tilefni til mikillar bjartsýni fyrir komandi haust og næstu loðnuvertíð. Þannig að það eru næg verkefni í Síldarvinnslunni fyrir áframhaldandi vöxt og framþróun félagsins. Við erum með gott starfsfólk til að takast á við það og það munum við einhenda okkur í. Nú, en svo óvissa sem kannski skalla á okkur með innrás Rússa í Úkraínu, hún endurspeglar kannski mikilvægi þess líka að við séum með stór og sterk og öflug fyrirtæki til að takast á við þær áskoranir sem á fjörur okkar geta rekið hverju sinni. Þannig að ég held að við eigum að
og endurspeglar kannski mikilvægi þess að við erum með fyrirtæki eins og Síldarvinnsluna með sterka eiginfjárstöðu og ég trúi því að íslensku sjávarútvegur þurfi einfaldlega að hafa sterka eiginfjárstöðu því að sveiflur geta verið miklar í okkar umhverfi, bæði náttúrulega og síðan á mörkuðum. Þannig að nú, ég ætla ekki að hafa þetta meira nú, ef það er einhverja spurningar og þá komið einhverja spurningar. Nú, það er engar spurningar komið, þannig að þá ætla ég bara að þakka ykkur fyrir komin á fundin og enn og aftur biðjast afsökunar á þessum tækniörðugleikum sem voru þarna á útsendingunni á tíma. Og svo styttist bara í aðalfund og þá förum við ítarlegar yfir árið. Takk.